Sölvi, bara hvaða hugsanir eru að fara gegnum þessi núna? Það bara, ef við förum bara yfir leikinn þá var þetta virkilega slakur, sérstaklega fyrir hálfleikur hjá okkur. Það var eins og við höfum ekki mætt út í leikinn. Við vorum seinir í öllum okkar aðgerðum, þetta gekk allt of hægt og krossarnir voru slakir, þeir voru ekki að finna réttu svæðin, við vorum að drífa okkur allt of mikið, þannig að við vorum bara einhvern veginn svona ekki synkað rétt inn í fyrri hálfleikinn og fáum okkur klaufaleg mörk að sama skapi og gerum þetta rosalega erfitt fyrir okkur en mér fannst fínustu viðbrögð, tölum það að þú veist, aðeins sína meiri þolinmæði, færa milli kantana, þeir voru svo fljótir að detta niður með miðjumenninu sinni inn í teiginn, þannig að við þurftum að vera aðeins meiri skotogn og fá hann aðeins milli kanta að teygja á þeim og það gekk betur í seinni hálfleiknum, við fannst koma sterkir inn í seinni hálfleikin en síðan fáum við aftur inn í lokin mjög klaufalegt og svona óheppni stimpill yfir þessu marki. Þetta er einhver volleyskot fyrir utan teig sem að breytir stefnu og setur okkur í erfiða stöðu fyrir útileikin en engan veginn ógerlega stöðu. Við sáum alveg í dag að við getum gert miklu betur og við verðum að halda í vonina að geta snúið þessu við. Við erum fullir bara hafa trú á þessu að við getum snúið þessu við í seinni leiknum. Þetta er langt frá að vera búið, við erum heppnir að það er bara fyrri hálfleikurinn búinn í þessu einvígi og við eigum annan séns til þess að bæta upp fyrir ekki góða frammistöðu í dag. Þeir eru ekki betri en þið? Nei, þeir eru ekki betri en við og í raun og veru bara mjög klaufalegt á okkur að hleypa þessu, gefa þeim 3 mörk. Þeir áttu ekki mikið af upphlaupum gegn okkur. Þetta var meira að við ekki nógu sharp í okkar leik og ekki nógu svona fókuseraðir, við vorum að klikka á svona klaufalegum atriðum, að vera réttu megin, vera stíga upp á vitlausum momentum, þannig að við getum gert miklu betur og það er kannski það jákvæða sem við tökum úr að við getum gert betur og þetta einvígi er ekki búið. Við eigum seinni leikinn eftir úti og þá getum við svona, gert betur og bætt upp fyrir þennan leik. Mér leiði eins og þeir hafa náð að lesa ykkar aðgerðir mjög vel þægilega því að spilið var gekk hægt og líka fljótir í fyrsta markinu sínu að lesa hvar svæðið var opið. Já, þetta er í raun og veru, þú veist, þeir eru með marga leikmenn inn í teig, við vissum það og það er ástæðan fyrir að ég ákveði að setja Aron og Nico saman frammi. Ég bjóst við að við myndum dæla boltanum fyrir. Krossarnir komu kannski of snemma eða lélegir krossar sem var til þess að við verðum ekki hættulegir sérstaklega í fyrri hálfleik. En að sama skapi þegar við töpum boltanum í aðdragandanum fyrsta markinu þá er maðurinn sem leggur upp markið, hann er inn í vítateig hjá þeim, þannig að við höfum nógan tíma til þess að bregðast við því og gerum það bara illa, þannig að enn og aftur við vorum bara, þú veist, greinilega ekki nógu vel stiltir inn í þennan leik og ég veit ekki á hverju, við þurfum bara að kíkja á það, það getur vel verið að ég verð líka að taka ábyrgð á þessu að stilla strákan ekki rétt og hvort það sem undirbúningurinn, æfingum eða fundirnir eða hvað sem fór útskeiðis en við þurfum bara að vera heiðilegir við okkur og greina það sem fór útskeiðis, tækla það og gera betur í seinni leiknum. Fáið eina vítaspyrnu, hefurðu viljað fá fleiri? Já, ég held að þessi, ég áttur að skoða þessi atvik betur en mér fannst þeir hanga í okkur í hornspyrnunum okkar og hæglega geta flauta meira á þetta og síðan er eitthvað brot út á miðjum velli þar sem við setjum hendurnar rétt á það þannig að ég veit ekki heldur hvernig línan er. Mér skrítið að það megi hanga og tósa inn í teig á þessi dæmnett en út á velli er það í lagi, þú veist, er það ekki í lagi, þannig að já, mér var skrítin lína þegar kom að því í hornspyrnunum okkar í dag. Það hefur verið mikið vígi í Evrópu, Víkingsvöllurinn, en það leið einhvern veginn eins og það var eitthvað smá kraftleysi líka einhvern veginn yfir þessu. Já, algjörlega sammála, bara eins og við höfum ekki mætt til leiks
Við höfum einmitt talað það hvað við erum sterkir á heimavelli, að nýta okkur heimavellin og höfum verið frábærir á heimavelli í ár. En það var eins og við bjuggust við að það myndi þá gerast núna bara sjálfkrafa. Við glemdu því að hvað var það til þess að við vorum svona góður á heimavelli. Það að við erum setjum hjarta og sáli í þetta, erum klárir, erum tilbúin að hlaupa, spila okkar leik, erum hugrakir. Það fannst mér margt að því vanta í dag, þannig að við erum með bakið upp í vegg núna og nú þurfum við að gera svo vel að gera betur í seinni leiknum. 2 marka munur auðvitað fyrir seinni leikinn. Eftir viku, millitíðinni leikur á móti Val, ertu búinn að ákveða hvernig þú ætlar að rúlla á hópnum með að spila þessu? Já, við erum komin nokkra svona skýra myndaði hvernig við munum gera þetta, þannig að það allt við búin að plana fram í tíman hvernig við ætlum að spila og það var eftir að fundurinn við Borg var klárað, þá var strax farið í að vinna sér tíma fyrir næsta leik og þannig í teiminu, þannig að það spila þétt, þannig að það höfum ekki tíma til að svekkja okkur mikið. Auðvitað eru svekktir yfir frammistöðun í dag og vitum það að við getum gert miklu betur. Við eigum að vera svekktir yfir frammistöðun í dag en sem betur fer einvið ekki búið, stutt í næsta leik, þannig að við getum verið ósáttir í dag og fúlir en á morgun kemur ný dagur og ný tækifæri og hörkuleikur gegn Val. Er það mikið högg fyrir Víking að detta út á þessu tímapunkti? Að detta út í, ef við dettum? Já, bara við settum okkur markmið. Fyrst og fremst erum við búin að setja okkur markmið að komast inn í Evrópu sambandsdeildina og ef það tekst ekki, það auðvitað mikið högg. Það aldrei gott ef þú nærði ekki markmiðinu sem þú setur fyrir og við vitum alveg virði þessara keppni og hvað býður okkar ef við komumst áfram, þannig að auðvitað það högg. Takk fyrir þetta, Sóli.